Ég sé mynd af mér á Facebook. Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu. Þetta tilraunaútsending í kvöld, alveg svo samstöðin svona enn sem komið tilraunaverkefni og við erum að þreifa okkur áfram með ýmiss konar form á umræðu og í kvöld ætlum við að pröfa að opna umræðuna upp á gátt, þannig að þið sem eru að horfa á þetta núna getið raunverulega blandað ykkur inn í fundin, komið inn á Zoom sem að þið getið fundið á Facebook síðu samstöðarinnar, hvert númerið inn, það linkur sem að þið getið ítt á eða númeraröð sem þið getið slegið inn og joinað fundinum eins og sagt á vondri íslensku og þetta form sem að vel þekkt, þetta eiginlega árdaga Rásar 2 hétt þetta þjóðasálin, að þá gat fólk hringt inn og dagskrárvaldið var ykkar og við ætlum að athuga það hvernig þetta getur virkað í dag. Og við vorum svo lengi á leiðin í loftið að það eru komnir 3 hlustendur inn, þannig að ég ætla að fá að ávarpa þá bara í þeirri röð sem að þeirri birtust og fyrstur sem að koma á vettvang var Sigurður Einarsson. Sigurður, það slökkt á mikrofóninum eða þú opnar fyrir hann. Já, blessaður. Heyrist ekki í mér núna? Já, mjög vel. Já, gott. Hvað segirðu, Sigurður? Hvað þú setja á dagskrá? Það sem ángaði mig núna akkurat þessa stundina, það salan á HS Orku. Ég held að þetta sé þessi sala öll hefur verið farið fram í miklum leyndum, baktjaldarmakki og furðuleg vinnubrögð. Og þetta þetta og einn fyrirsláttur fyrir því að fá bjarga bæjarsjóði vegna COVID. Og þá fer maður að spyrja sig, hvað þá með ríkissjóð? Hvað ætlar að gera með ríkissjóð? Hann hlýtur að vera miklu verið staddur heldur en Hafnarfjarðarbær. Og þetta líka, HS Orka hefur skaffað Hafnarfjarðarbær tapa 100 milljónir í arð á hverju ári. Og þetta svona svipað og selja bestu mjólkurkúna. Þetta besta mjólkurkú sem Hafnarfjarðarbær á. Og það hefur náttúrulega aldrei verið háttur góður á búmann að slátra bestu beljunni. Þannig að það núna komið hreyfingu það að krefjast að hérna atkvæðagreiðsla þetta mál. Það undirskriftar núna í gangi og maður veit svo sem ekki hvernig það fer. En út frá þessari sölu þá má spyrja sig ýmsar spurninga og það með stöðu ríkissjóðs. Ef að staða Hafnarfjarðarbæjar svona ofboðslega slæm og það verður að slátra bestu mjólkurkúnni, hvernig þá staða ríkissjóðs? Hvernig verður að líta fjárlögin út? Hvaða niðurskurða nýjum allir þeirra beita? Styrmir byrja að tala að það þurfa að skera niður og nú líka frænka mín og Kolbrún hana Gylfadóttir. Hún fara að skera niður líka og það hlýtur að vera svakalegur niðurskurður ef að þetta einhver líkingu við það sem að gerast í Hafnarfirði. Sigurður, segðu mér, í Hafnarfirði það? Ertu Hafnfirðingur? Já, maður ekki Hafnfirðingur fyrir í 5. ætlið, þannig að ég bý í Hafnarfirði. Þannig að þú átt hluti í HS Orku sem hluti af bæjarbúum. Já, ég telst þannig. Og þau eru að fara að selja, akkur ekki segir þetta sem mjólkurkú, hvað kemur út úr HS Orku til Hafnfirðinga? Fáið þið ódýra rafmagn eða? Það vatn og rafmagn sem kemur. Þetta er orkuveita Reykjavíkur. Þetta bara orkuveita og þetta var nú hlutir
Kanadamaðurinn sem átti skúffufyrirtæki í Svíþjóð átti stóra hluti og græddi einhverja svakalega milljarða að því að braska með þetta. En þetta bara líka, og svo er þetta líka spurningum það að selja hérna náttúruauðlindir. Náttúruauðlindir eiga að vera í eigu almennings. Þetta er svo gali og þeir gildi lífeyrissjóður seldi hlut sem í brim. Og hérna Þórólfur keypti og græddi 800 milljónir á því, seldi það aftur. Þannig að sko, staðið fyrir að lífeyrissjóður eiga frekar ef þannig staðið kemur upp að auka hlut sinn í auðlundum, þá líka sveitarfélögin gera, auka hlut sinn í auðlundum. Þú nefndir annars vegar það að þetta væri eitthvað sem að þú myndir ekki gera, en þú nefndir líka að það hefði verið staðið þannig að þessu að þetta hefði verið gert í svona bak við tjöldin án þess að þarna færi fram svona alvöru umræða meðal eigandana sem eru íbúarnir í Hafnarfirði það hvort að þeir vildu þetta, hvort þetta væri snjallt eða hvort það væri hægt að grípa þeir ykkur annar aðgerða. Engar umræða, bara til þetta mark. Svo fréttist þetta, þá er þetta tekið fyrir og þá er reyna búið að ákveða þetta. Þetta er alveg svakalega hvernig þetta unnur að þessu. Kannski kemur einhver Hafnfirðingur hérna inn á eftir eða einhver sem að vill ræða HS Orku, þannig ég ætla að biðja þig að hinkra við en Katrín Baldursdóttir, hún er mætt á línuna eins og sagt er. Katrín, hvað málum vilt þú setja á dagskrá? Já sko, ég var að koma til landsins bara núna rétt áðan og hef núna undanfarna mánuði fylgst náið með því sem er að gerast á Íslandi og ég eiginlega ég er bæði jákvæð og neikvæð. Ég er mjög jákvæð að því leytinu til að ég er nokkuð viss það að alþýðamanna mun rísa upp núna í haust og síðla og fram að áramótum til þess að mótmæla því sem fyrir sér hvað verður. Hér mun verða blússandi atvinnuleysi, fátækt, fólk hefur ekki efni á að borga á lánunum, ekki borga húsaleiguna, á húsnæðinu sínu, þetta er ekki komið vegna þess að þeir sem fengu til þess uppsagnir 1. júní, þeir fá kaup til 1. september, skiljiði mig. Og svo koma að lækka menn laun eða koma atvinnuleysisbæturnar og þannig mun þetta þróast, þannig að fátækt er fyrirsjáanleg. Ég er alveg nokkuð viss það, þess vegna er svona jákvæð, að fólk mun ekki una þessu, einkum og sérlega vegna þess að það er alltaf að koma betur og betur í ljós og mun koma í ljós að þeir sem ætla núna, eins og gerist í hrununni, að sjúga út allt sem mögulega hægt er að fá hjá ríkinu, það eru þeir sem eiga mest. Það eru stórútgerðarmennirnir, það eru frændur Bjarna Ben og það eru Engeiðarættin öll sem öll er með krumlurnar í öllum viðskiptageirum landsins og þetta eru mennirnir sem verða svona rækamannir eins og munur reyna að sjúga allt sem fæst á tombóluprís þegar fólk er að missa allt út úr höndunum. En þú segir þetta að þú sett bjartsýnn vegna þess að þú trúir því að hinnu kúuðu muni lýsa upp. Já, ég er bjartsýnn. En vegna þess að þeir eru að fara að gangi gegnum mjög harða tíma, þannig að þetta er eiginlega svona súrsagt hjá þeir eiginlega. Já, já, því að hugsaðu þér ef þeir gerðu það ekki. Hvernig heldur að staðan yrði? Þetta er alveg svakalegt. Bjarni Ben er bara hafður í fjármálaráðuneytinu bara til þess að delegera peningum fyrir þetta lið. Og þannig að ég er bjartsýn á að fólk, þetta er kraumandi undir, svo kemur alltaf eitthvað upp svona eins og þetta, þannig að það rís allt upp og þetta verður svona og þannig að þeir munu náttúrulega reyna að nota auðmennirnir sem er að fá núna milljarðastyrki frá okkur eins og Sigurður var að heyra, ég veit ekki hvort að hafa heyrt það sem að Sigurður var að segja, hann var að segja að Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði eru að selja einhverjum fólki, það var engin annar efna að kaupa hitaveitu, selja þeim HS Orku. Já, það er nefnilega þetta, þú veist, örugglega á tombóluprís, það er bara verið það er einhver aðrir þessi gæja sem eru með peningarinn sína á skattaskjólunum og alls það er bara einu mennin sem eiga eitthvað pening, mennilegt fólk á eitthvað pening, það bara missir húsin sín og eigur sínar og vinnuna og allt saman, þannig að ég er rosalega ánægð með það, þú veist, þá komur svona hamið, ég er svona í ham, þú veist, af því að ég er svo innilega mikil, ég er svo fulla réttlætiskennd og hef alltaf verið og ég er ekki sátt við ástandið eins og það er, alls ekki. Ég vil breyta því.
Sigurður, má ég kasta boltanum aðeins aftur til þín það sem að Katrín er að segja? Ef þú kveikir á mikrofónunum að þetta með hugmyndinu að það sé að verða erfiðar ástand og að það geti leitt til þess að það leiði til breytinga vegna þess að fólk verði langþreytt og rísi upp. Sérðu það fyrir þér? Ég veit það ekki. Sko, það sem að til dæmis er að gerast í kringum mig, hérna í Hafnarfirði, stór Hafnarfjarðarsvæðinu, það er þetta alveg Hafnarfjörð, þá er ég oft bara stórt spurningamerki. Hvað kemur til? Jú, ég er að sjá það að fasteignir hérna í eldri bænum hérna, til dæmis í eldri bænum hérna, í norðurbænum og öllunum, það seljast þess að heita lummur. Og ekki nóg með það að það seljast þess að heita lummur, það seljast á yfirverði. Það er sett á 40 milljónir krónur á einhverja íbúð og hún selst á 42 milljónir. Nú hina þetta eru það að skuldahalarnir, það er að segja svona tjaldvagnar, hjólhýsi, svona ferðabílar og allskið svona drasl. Þetta er búið. Það er ekki til læra á sig lengur. Ákveðna tegundir af spýtum í húsasmiðjunum og bík og það eru búna því að það er allir að gera palla. Veitu hvað er að gerast í svo samfélagi? Ef það eru 55.000 manns á skertum tekjum eða á háu uppsvartafresti eða á atvinnuleysisbótum, það er þetta þannig ástand að það er allir í framkvæmdum, það er allir að kaupa og veitu hvað er að gerast? Kannski þeir sem að höfðu annars farið til útlanda að þeir eru fastir heima og þess vegna fara þeir í bík og fara að gera við pallinn? Já, mögulega. Þetta er svona, maður er eitt spurningamerki. Hvernig stemmir þetta við það sem er saminu það sem var að gerast og það mun koma núna í haust? Þegar uppstanda taka til gildi, hvað gerist á? Er fólki enduráðið eða er þetta gamla íslenska hugsunin, þetta reddast. Við förum bara í framkvæmdir, svo reddum við þessu. Herðu, það eru komin fleiri hlustendur. Margar spurningar. Já. Magnús Kristjánsson, þú ert á línunni. Gjörðu svo vel, þú orðið er laust. Ég er bara gaman að hlusta á Sigga og Katrínu. Fyrsta lagi varðandi svona stöðunni í þjóðfélaginu og þetta er að menn ræðu það sko hvað þarf að skera niður hérna í Íslandi, þá er svarið einfalt að þarf ekki að skera niður og það vitum við. Þegar við gerum með ríkissjóð í dag sko þá erum við eigum 1000 milljarða í gjaldeyri og við erum bara í alveg svakalega flottum málum. Við erum nánast 700 milljarða í plús sem við eigum bara í pening, konkrét pening og við þurfum aldrei að hugsa krónur og þetta vitum við. Þetta er bara gömlumma. Varðandi stöðuna eins og hefur verið gert sko, þá er alveg rétt að við höfum ekki séð neitt ennþá því að við eigum eftir að fá skellin í haust þegar að fólk fer að atvinnuleysisbótum eða fer á atvinnuleysisbætur og við sjáum samdráttinn koma í haust og þess vegna finnst mér skelfilegt að horfa á í raun og veru bara algjört geturleysi og aðgerðarleysi hjá ríkisstjórninni í því að fara í að byggja upp innviði og bara nýta sko í staðinn fyrir að fólk fara atvinnuleysisskrá að það sé bara keyrt á fullu í innviðauppbyggingu og síðan alveg nefna það að það er ekkert vandamál að leyfa fyrirtækjum að sofa í 1 ár bara fresta greiðslunum það er þetta rekja þetta frá A til Ö og þetta kostar ekkert. Sigurður var að tala um það að nú ætlar Hafnarfjarðarbær að selja HS Orku vegna þess að til þess að mæta áfallinu sem að bærinn hefur orðið fyrir út af COVID. Já, þetta er svona pínlítið sem maður segir sko köttukrapp. Málið er það að þarna er bara verið að nýta tækifæri til að selja eign til vin og vandamanna. Við þekkjum hérna frá því fyrir hrun þegar að bara Reykjanesbær byggðu upp, bara í góðri stöðu þá, byggðu upp íþróttahús og ákvað að selja til 25 ára og borga leigu og leigan borgaði húsið upp á einhverjum örfáum árum og svo var bara fasteignareigandi sem græddi. Við vitum alveg hvað þetta gengur út á. En heldur að Bjarni Benediktsson og sjálfstæðismennirnir í ríkisstjórninni að þeir fara að huga að því að selja Landsvirkjun, bankana? Bankarnir eru náttúrulega klárlega á sölulista. Veginn yfir Hellisheiði? Sko,
með þetta með veggjöld sér kapitúli og þau eiga rétt á sér í ákveðnum tilfellum. Nú ætla ég bara að taka það fram, sko, út frá hagfræðilega séð. Einfaldlega vegna þess að ef þú setur inn innspýtingu sem langt umfram þá verðmætasköpun sem þá þurfum við að taka peningana aftur úr umferð. Og þess vegna eru veggjöld réttileg, en ég vil hins vegar taka það skýrt fram. Veggjöld eru aldrei til að borga veginn. Ríkið borgar alltaf veginn og það getur engin fjármagna vega á ódýrari hátt heldur en ríkið. En þú getur þurft að því að þú dælir við erum með 1000 peninga í umferð, ef þú eykur það 1100 peninga þá þurfum við að ná þessum 100 í burtu aftur. Þess vegna getur verið réttlætanlegt á ákveðnu tímabili að vera með veggjöld til þess að bara halda flæðinu. Alveg eins og við horfum á og þú þekkir þá bara umræðinu sem var síðast að Frakkar, þeir eru að fylla í hóluna, þeir bara bæta 10% af peningum til að fylla hóluna, við ætlum bara að halda skettum vegi. Þannig að veggjöld eru réttlætanleg til þess að halda peningamagni stöðugu en á móti erum við að borga fjárfestingu og betri vegi til framtíðar og við erum að spara til framtíðar. Þannig að það er þetta réttlæta veggjöld á þann hátt ef við framkvæmum fyrir mun meira heldur en þjóðfélagi býr til. En það eru nokkrir sem bíða, en ég ætla að byrja það samt að svara svona stutt. Heldur það verði þannig í haust þegar að ríkisstjórnin kemur með sín í fjárlög, að þar verði kynntar svona aðgerðir til þess að sem eru réttlættar út af kófinu með sölu eigna, niðurskurð opinberri þjónustu, hækkun skatta, eitthvað slíkt? Ég sko með sölu eigna, þá ég ekki við 99% þess, ég 100% þess að það verði ákveðið að selja eignir. Í haust? Já, það verður kynnt í drögum fyrir næsta ára, það verður seldar eignir. Það ég alveg handvissum. Og átökin í haust verði að sumuleyti kannski þetta, hvort að ég selja mjólkurkúna eins og Sigurður var að tala um? Og það skiptir engu máli, hvort Landsvirkjun náttúrulega má aldrei selja, það vitum við, þetta mjólkurkúin, alveg eins og það Hafnarfjörður bara ætlar að fara að selja eign, það bara til að láta færa eign til vin og vandamanna til að þeir fá arðinn. Bankana á ekki að selja og það þetta að taka síðar umræðan það var splitta Íslandsbanka upp í fjárfestingabanka og viðskiptabanka, allt í lagi að selja fjárfestingabanka hlutan, það áhættan, viðskiptabanka hlutan má ekki selja, það ekki áhættabankastarfsemi sem viðskiptabanki, áhættan að selja hann því að þá þurfum við að bera ábyrgð öllum innistæðum sem þjóð. Herðu, þá höldum við áfram og næstur á línunni Jack Daniels og tækir að lesaður. Orðuðalaust, hvað má bjóða þér að ræða? Ég heyri ekki hvað þú segir. Það stóð svo að sé... Heyrðu eitthvað núna? Já, nú heyri ég, já. Ok. Nei, þetta búið að vera dálítið áhugavert að hlusta á þetta og sérstaklega þetta með sölu á Hafnarfjörður. Veistu eitthvað illa í þér? Geturðu hækkað aðeins eða verið nær mikrofóninum, Jack? Nei, þetta eiginlega gengur ekki, það heyrist svo illa. Þú reynir að finna út úr þessu og ég gef bara næsta orðið á meðan og það Hjörtur Hjartarson. Blessaður. Já, það sagður þakka. Hvað segir þú gott í kvöld? Ég sé allt fínt bara, það gaman að vera mættur á þennan fund og hlusta á þessar samræður. Þetta allt saman mjög áhugavert og mér finnst sko, þegar við erum að ræða stjórnmál verður Landsvirkjun seld, verða bankandir einkavæddir á að skipta þeim upp í viðskiptabanka og einhverja áhættusjóði og svo þar fram til götunum við ræðum að en það eru við áhorfendur. Það eru sennilega mjög ríflegur meirihluti landsmanna til dæmis algjörlega mótfallið því að Landsvirkjun verði seld. En það getur vel verið að hann verði seld samt sem áður. Af því að valdaleysi okkar að mínu mati geirnest í núgildandi stjórnarskrá. Almenningur hefur engin völd. Hún er smala saman á 4 ára fresti og látin rífast einhvern andskotan sem að stjórnmálaflokkarnir velja og síðan setjast þeir aftur að borðinu og koma sér saman sín á milli hvernig þeir ætla að hafa hlutina.
almenningur ræður ekki ferðinni hérna. En Og nú, ef við horfum aðeins aftur, Hjörtur, þá erum við með almenning sem að rak tvær ríkisstjórnir eftir hrun, já, 2009 og 2013, búin að ýta raunverulega nokkrum ráðurum frá, að höfnuðu samningunum við ISAF, þannig að einhver ræður almenningur hér. ja, og ég ætla að bæta einu við og samdi sér nýja stjórnarskrá og samþykkti þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, Bara eitthvað stærsta lendarmál íslenska stjórnmála núna þessar myndir. Og þannig að ég ekki vondauður, sko, síðan en svo. Ég mjög bjart vegna þess sem þú varst að telja upp. Og ég alls ekki vondauður. heldur að verði átök núna í haust til dæmis þess eignasölu, til dæmis þær aðgerðir sem ríkisstjórnin að leggja í? Alveg klárlega og ég held sko að eins og margir fleiri og maður þarf sennilega ekkert að vera mjög glöggur til að sjá það lítur að harðna dálítið á dalnum sko. Ef að þetta atvinnuleysi helst við þetta stig sem það á núna sko, þá held ég að hljóta harðna dalnum og að ríkisstjórnin verði ennþá óvinsælli sko og mæti meiri fjandskap frá almenningi. Ég vona það mest að þetta alveg hræðileg ríkisstjórn. Og sko, eins og ég segi, mér finnst sko, við erum eins og við séum einhverju rútuferðalagi og við erum alltaf að rífast hitt og þetta sko, en sko öxullin brotin á rútunni sko, við erum að rífast hvort að hvernig áklæðið eigi að vera á sætunum eða, við erum alltaf að tala einhver atriði sem eru sko endalaust á dagskrá í ýmsum myndum en ræðum ekki sko grundvöllin sjálfan sem að ég tel vera skakkan og þess vegna verður allt sem við byggjum allt skakt og skellt sko. Má ég spyrja þig, Katrína, því að Hjörtur að tala svona eiginlega út frá því sem að þú varst að segja svona haustið og átökin milli stjórnvalda og almennings. Finnurðu, þetta rétt mat hjá honum? Já, mér finnst það. Og það líka sko, það náttúrulega alveg furðulegt sko, nú komið júlí og við vitum alveg hvert stefnir, gagnvart almenning í landinu. Það eru engin plön hjá ríkisstjórninni. Hafið þið lesið einhvers staðar einhver plön það hvernig ætla að taka á móti fólkinu þegar harðnar í dalnum og fólk hættir að fá laun og allt þetta. Það eru engin plön. Hvernig ná að bjarga fólki þannig að það missi ekki húsin sín? Það er engin plön. Engin. Ekkert. Og þau plön sem að ríkisstjórnin kynnti brúarlán og lokunarstyrki og hitt og þetta, þau hafi heldur ekkert staðið sko. Það ekkert að þessu virkar. Það stendur ekki steinn yfir steini. Það stendur ekki steinn yfir steinu í neinu. Þetta byrjaði svona voðalega flott með einhverja fundi sem voru með út á COVID sko í sambandi við heilsufarslega málið. En að öðru leyti þá þetta bara fúsk og það stenst ekki neitt, það sagt eitthvað og stenst ekki svo kemur Bjarni og segir jú, þetta verður tekið í gagn á morgun. Svo það bara rugl. Þetta allt svona. Engin framtíðarsýn, ekki neitt. Já, sko eina markmið að halda, eina raunverulega markmið að halda í þetta gamla kerfi, núverandi valdakerfi og síðan leyfa stjórnmálamenn og stjórnmálamenn bara frá degi til dags sko. Höfuð markmið og það planið að halda í þetta gamla. Sáuðu það bara fjallum það í Kjarnanum að Þórður Snær þessi COVID-styrki. Þeir fara allir bara til þessara þriggja fjölmiðla sem auðvaldið á, með húð og hári. Sko. Og það ekki gefin eitt pláss fyrir eitthvað alternatív. Sko. Það haldið mjög grimmt þetta gamla kerfi. Og þau gera það mjög skipulega, sko. Ganga hreint til verks. En svo hvað einhver svona dægumál varðar, það bara að díla við það, eins og ég segi, frá degi til dag, sko. Já, svo finnst mér líka svo, sko, eins og til minnst líka bara fréttin í dag tengst Kristjáns Loftssonar í Hvali og Benedikt Sveinssonar og Engey Ræktarinnar allar og Ingimundar og þeirra. Sko, maður alltaf myndur á þetta, hvað þetta grimmt. Sko, Engey Ræktin allstaðar. Hún allsráðandi á allt í stórútgerðinni. Hún í tryggingunum og hún í olíubransanum, hún í öllu, allstaðar. Og það sem mér finnst svo skrítið og það finnst mér svo skrítið og það það sem að við sem höfum svo mikinn áhuga þurfum að
gera eitthvað til þess að breyta og það á, akkur menn þú ekki að tala þetta. Þetta svo mikið félumál. Ef þú fer að tala þetta og opna þetta, þá eitthvað að þér. Skilur, þú eitthvað vírdós, eða þú eitthvað biluð, eða þú með eitthvað ofsóknar æði, þráhyggju, já, ég meina, sko, en þetta svona, þetta sannleikur og það á bara að draga fram, ef við erum stimpluð sem eitthvað ofstækis fólk, þá bara að hafa það bara að koma þessu á framfæri og segja frá þessu eins og þetta svona, og maður alltaf að verða þetta aftur og þetta alltaf jafn erfitt að horfast í augu við þetta. Það verður að breyta. Herðu, ég veit Jack Daniels. Bæti í þetta. Fyrir ekki þau? Smá innlegg. Já, svo Jack Daniels búin að vera að reyna að laga hjá sér hljóðið. Ég gef honum svo orðið þegar þú búinn. Ok, það eitt það sem Katrín var að segja, að það sé ekki til neinn plön. Það í sjálfu sér rétt. Hins vegar vil ég minna á hvað verkalýðshreyfingin hefur verið lin. Hún kemur aldrei með neinar almennilega tillögur, aldrei nein markmið, ekki neina framtíðarsýn, ekki neitt. Hún kemur þegar ríkisstjórnin leggur ykkur fram að það sem, já, við myndum frekar geta aðeins öðruvísi eða, já, þetta gott og hún ekkert forystuafl í þessar umræðu. Hún aftan í vagn. Hún hangir aftan í ríkisstjórninni og það kíkar koll á eftir henni. Finnst þér það ekki að breysta með nýrri fórum hjá ASÍ og Það var ekki breyst. Þetta algjörlega hugmyndalaust lið. Og það algjörlega ferlegt að lesa þessar ályktanir, þetta svo lið. Það ekki til neinn framtíðarsýn hjá þessu liði. Hvað þetta lið að hugsa? Það eru 200-300 manns í vinnu hjá verkalýðshreyfingunni. Og það heyrist ekki múkk í þessu. Mér finnst það verið breyting á þessu, satt að segja. Herðu, Það er ekki breyting. Það er smá karg, svona þegar eitthvað óréttlætt. Sjá til þessi brunar. Það er sorglegt dæmi. Brunar. Hvað gerist? Það búið að vita árum saman. Það er fullt af fólki sem býr í óíbúðar hafi húsnæðina. Stór hættulegu. 179 eflingafólk skráð í einbýlishús yfir Breiðholti. Hvar býr þetta fólk? Það veit enginn. Það er til lög það hvað mátt hafa marga púttur í múri per fermetr og hvað ross. En þú getur hrúa fólkin í einbýlishús í þúsundavís. Engar reglu til. Þetta er bara galið. Verkalýðshreyfingin, hvað er forystuaflið? Hún á að vera forystuafl í þessum málum. Ok, þú leggur þetta fram, Siggi. Jack Daniels komið í lag hljóðið höður? Nei, það er ekki hljóð. Þá verð ég bara að hvetja til þess að halda áfram að reyna að finna út úr þessu og gefa næsta hlustenda orðið, eins og sagt er. Víðar, hvers son ert þú? Ég er Ingvason. Blessaður, velkomin. Takk fyrir það. Og þakka þér þolinmæðina að hafa beðið þarna, ég sá varst búin að bíða lengi eftir orðið kæmi að þér. En hvað má bjóða þér að tala um? Já, það hvílir ekkert mikið á mér að tjá mig, sko, en með ofarlegu huga, sko, ég var að kíkja á síðuna hjá Bernie Sanders og hann var nú að koma með svona tölfræðilega staðreynd þarna fram hjá sér að 1% af Bandaríkjamönnum eiga núna 92% af eigum þjóðarinnar og erum við ekki í svipum sporum eða sömu þróun og þeir og er það ekki bara þetta sem það er aðalmáli í dag, það verður að fara að gera eitthvað í þessu. Hvað þarf eiginlega til að fólk verði tilbúið til að gera eitthvað í þessu? Það er það sem ég er að velta fyrir mig, sko. Sjáu þið Samherja veldið og þessi útgerður og þetta að þetta er orðið svo yfirgengilega klikkað, sko, að við bara sitjum og horfum á þetta að gerast allt og það
Ég veit ekki, ég er ekki mjög vongóður að þetta sé eitthvað að fara að breytast. Þess samt núna það svo mikla sviptingar í heiminum út af þessu COVID og út af þessu Black Lives Matter að maður svona bindur svolítið vonið við það kveikni eitthvað út á þessu. Og ég nú bara að fylgjast með, mér finnst þessi umræðu þáttur sem að þú ert búin að vera með undanfarið mjög áhugaverður og gaman að heyra svona margt mismunandi fólk tjá sig og úr mörgum heimshornum, mörgum löndum og fólk sem býr í öðrum þjóðríkjum og svona, mér finnst það mjög bara fróðlegt og gaman að fylgjast með þessu og ég ætla bara hafa þetta innlegg mitt í kvöld sko, síðan ætla ég að fá að hlusta bara. Já, þakka þér fyrir að hlusta fyrir kvöld líka og ég hvet þá sem að hlusta núna að þið getið farið inn á Facebook síðu Samstöðarinnar, þá sjáum við linkin inn á þennan fund og þið getið bara komið hér og tekið þátt. En Viðar spurði hvað þarf til og mér spyr ykkur sem eru hérna inni, hann lýsti svona yfirgengilegum ójöfnuði og undraði sig á því að af hverju væri ekki einhver viðbrögð, líklega meiri viðbrögð við þessu heldur en kunnið þið svar við því? Sko að mínu mati þá stór ástæðan svo að sem náttúrulega ástæðan líka fyrir því að auðmenn á Íslandi eiga alla fjölmiðlana sem eru með einhver útbreiðslu. Það bara samfelldur áróður fyrir því að viðhalda kerfin eins og það og þetta ofboðslega erfið barátta að fólk óánægt en það skilur ekki almennilega allir vilja hafa öflugt heilbrigðiskerfi, fólk vill nýja stjórnarskrá, fólk vill ekki ójöfnuð, fólk vill enga fátækt og svona, en það næri ekki alveg samjöfnuninni yfir því að þessir flokkar sem eru núna og ríkisstjórnin, hún ekkert að vinna fyrir fólk, fyrir þessar áherslur sem almenningur hefur. Og það vantar einhvern veginn að tengja þetta saman. Það einhver misröðun í gangi þarna og þá finnst mér sem ég ætla að taka það upp sem að Sigurður var að tala að þarna á verkalýðshreyfingin með sinn 200.000 manna her, hún á að gera þetta, hún á að vekja fólk til umhugsunar, hún á að vera með öfluga fjölmiðlun, hún á að vera með stöðuga upplýsingastreymi til almennings, til venjulegs fólks og vinnandi stétta alveg stöðugt. Þannig hefst þetta. Það voðalega erfitt fyrir svona lítil hagsmunasamtök hér og þar að berjast í sínu 200.000 manna og fyrir utan alla peningana sem verkalýðshreyfingin með og fyrir utan allt sterkar skipulagsheildir sem hafa allt til þess að gera þetta og það það sem verður að ske, punktur og basta. Ég hjartanlega sammála þessu því að þessi stóru samtök almennings verða að taka pólitíska forystu því að almenningur alveg til í slæðin en fólk spyr hvað eigum að gera. Það þarf einmitt þessi stóru samtök verkalýðssamtökin, Eflingu og VR og svo ASÍ náttúrulega bara heildarsamtökin. Þessi samtök þurfa að taka pólitíska forystu því að stjórnmálaflokkarnir bara gera það ekki. Skortir hugrekki eða einhvern anskotan eða hugsjónir jafnvel. En ég bind vonir við þessa nýju forystu sem í verkalýðshreyfingunni núna eins og Drífu og Ragnar Þór og Sólveigu Önnur og ég held að það geti sprottið eitthvað meira af því þessum umskiptum sem hafa orðið í verkalýðshreyfingunni núna síðustu misserum. Viltu að þau geri meira því sem þau hafa verið að gera hingað til eða viltu að þau geri miklu meira eða meira? Ég vil að þau geri meira en mér líst vel á það sem þau hafa verið að gera. Til dæmis skrifuðu Efling og VR undir yfirlýsingu eða stjórnfélaganna samþykkti yfirlýsingu það krafðist þess að Alþingi virti
úrslit kosninganna, þjóðaratkvæðagreiðsluna 20. október 2012 og töluðu mjög hreint út það, þið getið séð þessar yfirlýsingar og ég veit að það kom til umræðu í ASÍ en ég á von á því að fleiri svona samtök af þessu tagi og Öryrkjabandalagið gerði þetta líka og það þarf bara meira þess að þau krefjist samfélagsbreytinga sem að felst einmitt í kröfunu nýja stjórnarskrá. Það nóg, Hjörtur, að breyta stjórnarskránni? Nei, það byrjunin. Ég tel að það ekki nóg, að ég held að það sé forsenda þess að það sé hægt að gera hérna breytingar. Eins og ég sagði hérna í byrjun að þá er almenningur valdalaus hérna við núverandi aðstæður, hann hefur ekki völd og það er hægt að koma því, það er hægt að viðhalda því ástandi í skjóli úreltrar stjórnarskrár. Þess vegna er staðið svona gegn því og gengið svona langt gegn því að það sem að kjósendur samþykktu nái fram að ganga. Það er ástæðan. Ég ætla aðeins að skjóta inn að hlustendur geta farið á síðu samstöðurinnar á Facebook og fundið linkin. Ég sé það að fólk hefur komið inn og dottið svo út aftur og ég hvet bara til að reyna aftur. En Sigurður, þú byrjar að gagnrýna verkalýðshreyfinguna fyrir svona að gera ekki nóg og það fór svona í tring og endar hjá Hirti sem að segir meðal annars að verkalýðshreyfingin ætti að standa samstíga með kröfum að stjórnarskráin verið tekin upp. Myndir þú vilja sjá svoleiðis kröfu frá verkalýðshreyfingunni? Já, meðal annars. Ég held að það eru bara miklu meira til. Það þarf að auka virkni félagana í hreyfingunni. Það þarf að fjölga forystumönnunum. Það er ekki nóg að það séu aðalega 2 forystumenn eins og Sólveig Anna og Ragnar Þór tali fyrir hönd 50-60.000 manna. Af hverju kom ekki fleiri? Hvar eru konurnar til dæmis sem voru í verkfalli Eflingar? Af hverju ekki búið að virkja þær og láta þær koma fram á bíóvöllinn? Tala, segja frá sínum kjörum og baráttumálum. VR, það er bara einn maður í VR, það er Ragnar Þór. Einn maður í Verkalýðsfélagi Akraness og Húsavík. Hver er varaformaður Verslunarmannafélags, varaformaður hans Ragnars? Það veit það enginn. Svo framvegis, það má virkja þetta upp, svo plúsbá það að svo er þetta eins og með fjölmiðla. Hvar heyrist málstaður verkalýðshreyfingarinnar. Ég er að vinna með allskís fólki og það er þessi fólk sem myndi verða að kalla fátækt fólk. Láglauna fólk sem býr í bílskúr, einsta móðir til dæmi, sem býr í bílskúr og borgar 230 krónur leigu. Hann er helsta gúrú og er bara Sigmundur Davíð. Hvernig stendur á þessu? Eða öryrki sem er að reyna að vinna og verkja þar alla daga en bítur og jastur og heldur áfram. Hans helsta gúrú er Framsóknarflokkurinn. Hvað er að? Og þessu fólki verður ekki takkað. Það vantar eitthvað svona, það vantar þess að koma fram þeim málstað sem við þurfum. Bjarg er að gera ágætisluti. Þeir eru svona, eins og húsnæðismál, ég veist húsnæðismál til að spila alveg svakara stólarullu í lífskjörum fólks. Og árið 2016 var samið 3.400 íbúðir. 2019 núna var samið 1800 íbúðir. Þannig að Bessasól og Gylfi þeir samdu fleiri íbúðir heldur en nýja verkalýðsforystan. Samt sem áður gengur þetta óbóðslega hægt. Óbóðslega hægt. Þú segir bara fólk. Hvað er mikið af þessum íbúðum komið upp sem þessum 3.000 eitthvað sem var samið? 200 eitthvað svo list, 200-300. Og það er verið að byggja, það er verið að skipuleggja, þetta er eitthvað í 100 á 100-tali, en það sem er bara gott sjáðu til, það er gott, við byrjum ferðalagið á litlu skrifunum og höldum áfram og það þarf bara að gefa í, setja meiri kraft í þetta. Ég sem fyrst að til dæmis sorglegt að það er innanrústaðinni í Hafnarfirði sem er gert ráð fyrir því að það er íbúðir á efri hæðunum. Það býr fólk í efri hæðunum. Og í vetur sá ég til dæmis
þegar ég horfði út verkstæðisgluggann hjá mér, verkstæðishurðina, þá sá ég 10, 11, 12 ára stelpu labba Malargötu, það var ekki göngustíðar þetta, í myrkri, í skóla, og skóli töluvert langt frá. Og greinilega hún býr í sig inn að okkur. Þetta bara fyrir fram að niður á mig. Já. En eins og ég segi, það vantar hennar neista, hennar kraft í hreyfinguna. Eins og hvað þessi, þetta 200.000 manna herlið, það sefur bara. Það vantar einhvern neista. Hvað er neisti hjá almenningi? Ekki getur við staðið fyrir utan og krafið þess að leiðtogarnir leiði okkur eða hvað? Það hefur kannski þetta reddast, hugsunarháttun alltaf, þetta reddast. Já, og mér finnst einhvern veginn að þetta venst bara eins og sjá, árum saman langar raðir fyrir utan fjölskylduhjálp, þú veist, fólk að Þetta vont ef þetta venst. Sækja sér mat til einhverja svona góðgerðarsamtaka. Og við einhvern veginn eigum bara að venjast þessu, svo feitar þetta út í umræðinu, gís einstakasinnum upp, en hverfur svo alveg. Þetta dálítið sérstakt, Málið það, eins og verkalýðshreyfingin núna, þú veist, þetta er svo slappt eins og Sigurður segir, þrátt fyrir nýtt fólk að reyna að gera sitt besta og svoleiðis, að þetta er svo slappt, þú veist, ég meina, fólk sem að koma til út á vinnumarkaðinn, það verður ekki hugmynd rétt sinn, það verður ekki hugmynd að geti leita til verkalýðsfélags, það veit ekki neitt, hreyfingin ekki að gera neitt til þess að vekja fólk. Hún ekki að gera það. Þetta er hreyfing fyrir vinnandi stéttir, en hún ekki að sinna því. Þetta er eins og foreldri sem ekki að sinna börnunum sínum. Þetta er bara svona, þetta er bara vanræksla per excellence, algjör vanræksla. Og ég veit þetta innanfrá því ég hef unnið við þetta. Unnið á stéttarfélögum, það ekki gert. Það er bara hirtur peningurinn og svo ekkert meira. Og þetta er alltaf algjörlega út úr kú og það verður að breyta þessu og við erum að gera kröfu til þess, vekja athygli á þessu, fjallum þetta og svo framvegis, láta þetta fólk svara fyrir sig og krefja það hugmyndir hvað það ætlar að gera og svo framvegis og hvernig. Eins og þú segir, þarna er slagkrafturinn, Þarna eru tækin og krafturinn til þess að breyta, Það komin nýr hlustandi og ég sé það bara á birtunni og sorgleirunum að það datt út aftur. En það eitt í þessu, ég sem var átt að nefna þessu samandi, út af hvernig það er komið fyrir. Ég hef talað við 47 ára gamla mann sem búin að vera öryrki og er að vinna núna við þessu og var búin að vera öryrki mörg ár. Hann er stundað það að þurfa að fara til sjúkraþjálfara, langa tíma. Og hann vissi það ekki að hann gæti fengið styrk frá stéttarfélaginu að fara til sjúkraþjálfara. Ég sagði, nú lýgur þú. Og hann vissi, nei, Siggi, ég er ekki að ljúga, ég vissi það ekki. Þetta er svo dæmi og svona, það er eitthvað stórt það. Herðu, Benedikt, heyrður í okkur? Já, ég heyri í ykkur. Já, við heyrum mjög vel í þér. En þú hefur komið inn og horfið aftur. Hvar ertu? Þú ert ekki í Reykjavík, ég sé það er sól hjá þér. Ég er bara heima hjá mér á Akureyri, í kvöldskólinni. Það er opin dagskrá, þannig að þau hafa mikið verið að tala, umræðin hefur snúist svolítið væntingar að verkalýðshreyfingin geri meira og hún sé raunverulega vonaraflið að geta breytt samfélaginu. Það er það sem við höfum verið að ræða, en þú mátt bara leggja hvað nýtt til umræðinu sem þú vilt. Já, ég get alveg ímynda mér að það sé eðlilegt að væntingarnar standi á verkalýðshreyfinguna vegna þess að þessi hópur í hinni nýju verkalýðshreyfingu innan gæslappa sem hefur verið minnst á hefur sýnt lit. Það eins og sem ég hef áhyggjur af er það að eins og hér kom fram að það er alltof fátt fólk sem tekur þátt í því. Og ég hef kannski ennþá meiri áhyggjur af því að það vantar teóríuna í þar sem menn að tala og eru að hugsa. Menn eru allir í hversdaginn, en menn er ekki með nægilegt afl
til þess að leggja línur það hvernig þeir vilja breyta þjóðfélaginu í raun og veru. Meira að segja umræðan sko fiskveiðistjórnunina, hún lendir í einhverju öngstræti það að menn vilja bara ekki það sem þeir hafa. Vita fjandakornið ekkert hvað þeir vilja. Fastir í gömlum klísjum að eitthvert gamalt kerfi hafi verið ónýtt, sem að sumu leyti ósannindi, en menn hafa ekki teiknað upp neina sýn. Ég held að það sé alveg rétt sem að kom fram meðal annars hjá Hirti hérna áðan að við erum ekki þáttakendur. Og þess vegna eigum við svo erfitt með að verja okkur með því eða hafa áhrif, nema þá í gegnum velheppnu mótmæli þá sjaldan þau koma upp eins og þú réttilega myndist á. Ríkisstjórnir hafa verið hraktar frá völdum með velheppnuðum mótmælum en þær byltingar hafi í sjálfu sér orðið sjálfdauðar vegna þess að þær skiluðu sér ekki áfram af því að það voru engir sem báru hugmyndirnar og teiknuðu þar upp með fólkinu. Ég þori varla að segja fyrir fólkið, en sko einhver verður að teikna til þess að menn geti séð mynd. Svo getur menn kannski orðið sammála það að þurfa að breyta myndinni og þá þarf að eiga sér stað þáttaka til þess að slíkt samtal geti verið fram. Ég held við höfum virkilega ástæður til þess að hafa áhyggjur af þessu fjölmiðladæmi sem að hér var minnst á að eins og Kjarninn bendir á og fleiri á minni fjölmiðlunum hafa réttilega bent á, þá ríkisstjórnin eingöngu að hygla þeim sem eru nú þegar að bakkaður upp af kapítalinn. Þeir eru ekki að styðja raunverulega fjölmiðlun með þátttöku fólksins. Og ég held að þarna þurfum við að gera betur. Einu sinni rak verkalýðshreyfingin félagsmálaskóla gömlu stéttarfélög opinberra starfsmanna höfðu mjög víðtækar fræðslustarfsemi á sínum vegum. Bréfaskóli SÍS og ASÍ stóð fyrir alls konar merkilegum hlutum á sínum tíma og ég held við þurfum að virkja þetta smáa því að við getum ekki beðið eftir því að stóri frelsarinn komi og bjargi alþýðunni frá vonda kapítalinn. Að fólk verði sjálft, fjöldin verði að rísa upp og kannski þurfum við að búa til, hvað er að segja, svona stjórnmálaskóla fyrir fjöldan til þess að almenningur sem ekki hefur verið að taka þátt í einhverju atviki geti lært á það hvernig hann getur haft áhrif og annað slíkt, að bara fara í því að byggja upp hvað er að segja, fótgönguliðana. Ég held að sko Rauða borðið pínlítið vísir að því að búa til svona samræðuvettvang sem ekki algjörlega editeraður. Og þessi tilraun er bara lofsverð sem þú ert að gera í kvöld. En mér finnst alveg allt í lagi að þáttakendur verði nýir og nýir á hverjum degi en leið þá þurfum við að búa til einhverja samfellu. Það er að segja umræðan má ekki bara koma eins og froða á vatni sem hverfur svo í næstu gólu. Við verðum að hræra í vatninu áfram svoleiðis að það gerist eitthvað. Og hvernig þá? Gef mér dæmi. Ég vil bara nefna dæmi að við þurfum að koma saman. Þetta er vettvangur eins og þú ert að opna hér. Við erum að koma saman til að tala saman og við þurfum á því að halda að hafa einhverja fleiri fjölmiðla og víðtækara samtal. Gömlu blöðin eru meira og minna sjálfdauð eins og þau eru búin að vera. Við sjáum það bara að moggin er auðvitað bara skelfingar snepill og fréttablaðið er að hluta til algjörlega hræðilega saurmenga. Það er beinlínis hættulegt með köflum. Þannig að við þurfum virkilega að lagfæra okkur. Katrín, þú ert gamall blaðamaður. Þetta sem kemur alltaf upp aftur og aftur er það að vettvangur þar sem umræðan á að fara fram er eiginlega bara ekki til eða þá svo skakkur að það er ekki hægt að spila þar. Já, ég er svolítið ósammála Benedikt þarna í þessum smáskammtalækningum hjá honum. Þetta gerast allt í róliheitunum, einhvers stað smávegis hér og smávegis þar.
Sko, við getum ekkit endalaust beðið til því. Það þarf bara að vera, eins og við vorum að tala ég hef trú á því að það mín sýn að verkalýðshreyfingin þó sé ekki endilega á þingi, þá sé hennar hlutverk að gera þetta. Það er mín skoðun og það eru alveg ótrúlega mörg rök sem ég get komið fram og við öll sem að styðja það. Að sko það þarf bara að koma á einhverju herráði. Sko vegna þess að það þýðir ekkert að vera eitthvað smáeis hérna, það er búið að reyna þetta svo oft, eitthvað pínlítið þarna og svona þarna, það þarf bara að gera þetta af krafti og elju og til dæmis eins og sósíalistaflokkurinn hefur verið að sýna þetta svolítið með því að vera í góðum tengslum við öryrkjaráðið, við erum með öryrkjaráð og alls konar hagsmunafélög þeirra jaðarsettu hér og þar og svona, það er það. En sko til þess að ná einhverju massa saman, þá höfum við verkalýðshreyfinguna. Akkur ekki nýta það? Hvað er málið? Þú veist, við erum að borga alltaf í stéttarfélög 200.000 mann sem gera það á hverjum einasta mánuði ár eftir ár. Við viljum bara fá þjónustu og við getum gert kröfu. Það er miklu meiri líkur á því að ef að kemur svakaleg krafa á hreyfinguna að eitthvað gerist þar og það hafi meiri áhrif heldur en einhverju smáskammtalækningar hér og þar. Síst af öllu ættir það skilja mig þannig, Kolbrún Katrín, að ég hef verið að andmæla því að við ættum að gera gröf á verkalýðshreyfinguna. Það væri bara síst af öllu, það væri algjör misskilningur. En hins vegar getur verkalýðshreyfingin að mínum að ekki með þessu fámenni sem þar í þessari breyttu forystu, getur hún ekki staðið í þessu ein og hún býr ekki til akkurat þennan massa sko innan frá og þegar þú kallar það að við eigum að fá þjónustu frá verkalýðsfélaginu þá finnst mér akkurat það vera kannski veikleiki okkar. Við þurfum að fara sjálf á vettvanginn og taka þátt í því. Má ég leggja eitt til umræðunar? Það var þáttur í gær þar sem við vorum að ræða svona stóru kerfið, menntakerfið og heilbrigðiskerfið og svona vald innan þeirra. Hverjir væri raunverulega að taka ákvarðanir það hvert við þróuðust og við ræddum við kennara og hjúkrunarfræðinga sem að lýstu svolítið sinni stöðu að þau svona dingluðu inn í kerfi sem að væri að þróast eitthvað en það væri ekki kannski beint það sem að væri þangað sem að starfsfólki vildi fara eða sjúklingandi vildi fara. Og svo ræddum við þetta fram og tilbaka eins og við erum að gera hér. Og þá var eiginlega niðurstaða næstu því þannig að eina fyrirbrigði sem gæti eiginlega breytt þessu, að ná þessum kerfum þannig að þau var ekki bara rekin eftir einhverjum nýfrjálshyggjulegum hugmyndum eins og þau væru businessfyrirtæki sem allir í heiminu vita að leiðir bara til hruns og eyðileggingar, að eiginlega eina aflið sem að gæti tekið völdin í þessu máli, breytt umræðunni, væru eiginlega stéttarfélög fagstéttanna. Að kennararnir risu upp og segðu við viljum hafa svona skólakerfi og við heimtum það að það verði gert og sama með hjúkrunarstéttirnar að þetta svona vald verkalýðsfélagana liggur kannski einhver leyti svona ónotað vegna þess að þau hafa verið rakin út í horn hafa ekki skoðun á öðru heldur en hvort þeir að borga 100 kallinu minna eða meira í laun. Hvað segir þau svona að verkalýðsfélagin hafi þetta hlutverk? Ég hef tölverða reynslu af því að starfa í skólakerfinu og lengi vel sem skólastjóri og ráðgjafi og ég steig í meginatriðum út úr skólakerfinu þegar að sveitarfélögin til dæmis tóku grunnskólan yfir og frjálshyggju hugmyndirnar tóku völdin í sambandi við einræði í stjórnun skólakerfisins. Og núna síðustu, ef við vitjum okkur bara að heilbrigðiskerfinu þá skulum við bara hafa það í huga að núna í síðasta mánuði var Svandís Svavarsdóttir og ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir að leggja niður læknaráð Landspítalans með það að markmiði að skerða tækifæri fagstéttanna, lækna hjúkrunarfræðinga til þess að hafa áhrif, til þess að koma faglegum sjónarmiðum á framfæri. Við erum búin að sjá alveg fáránlega miðstýringu og valdbeitingu í menntakerfinu þar sem að búið að leggja niður allt faglegt sjálfstæð á vettvangi og ég yrði býsna hissa ef að margir gætu nefnt einhverja stjórnendur úr menntakerfinu sem að hefðu þorað upp á síðkastið að koma fram og tala máli menntunar og nemenda og barna og foreldra. Ég hef ekki orðið var við marga.
ég sakna þess frá þeim tíma sem ég var þáttakandi á þessum vettvangi og taldi mig hafa málfrelsi, þó að ég upplifði það á árinu 1995 að eftir að ég flutti erindi daginn og veginn í gamlu Rás 1, þá hringdi í mig fjármálaráðherra Íslands og benti mér á að ég skyldi tala varlega vegna þess að ég væri ríkisstarfsmaður. En það er nú önnur saga, en valdbeitingin hefur farið stórvaxandi á þessum 25 árum og stjórnendur og fagmenntað fólk hefur verið þaggað miskunnarlaust niður. Það getur verið mikill lykil. Að það væri kannski hlutverk stéttarfélagana, fagfélagana að rísa upp og gegn þessari stefnu sem að raunverulega að brjóta niður skóla og heilbrigðiskerfið? Klárlega. Ok. Herðu, þið sem hafa verið að fylgjast með okkur hafið tekið eftir því að Jack Daniels hefur verið svona gestur í þættinum, hann hefur komið hérna nokkrum sinnum og hann að reyna að ná í gegn, þannig að nú skulum við athuga hvort að hann sé búin að laga hljóði á sér. Ég sé að hann heyrir í okkur, hann að hlæja að ég sé að stríða honum. Hvað segirðu, Jack? Já, við skulum vona að það sé komið í lag. Jæja. Herðu, orðið laust og það komið til þín. Það sem við vorum að ræða, eða þið voruð að ræða hérna í upphafi í sambandi við sölun á HS-veitum í Hafnarfirði. Ég gat nú ekki annað en hlegið að því. Bara satt best að segja. Því að þetta bara nákvæmlega eins og var gert á í Keflavík á sínum tíma eða í Reykjanesbæ. Lærðu bæjaryfirvöld í landinu eða fólk sem að fylgdist með þessu, lærðu þið ekkert að þessu? Mér spurning. Það er kannski vilja bæjaryfirvöld í Hafnarfirði einmitt fá sömu niðurstöðu og var í Keflavík. Lenda í 50 milljarða mínus eða meira. Einhverjir græða á þessu kannski? Já, að sjálfsögðu græði einhverjir á þessu. En græðir almenningur á þessu? Nei. Aldrei. Kannski eru stjórnvöld í Hafnarfirði ekki að gæta hagsmuna almennings. Það er möguleiki. Þau eru ráðin til þess, en okkur gera þau það ekki. Og annað í þessu, eins og Katrín Baldurs kom inn á, gaman að sjá hana og hvað hún er alltaf ákveðin. En sko, þú veist, þetta að hugsa ekki fram í tíman, að hugsa ekki hvað gerist í haust. Þú veist, heldurðu, Katrín, að fólkið muni rísa upp? Heldurðu að fólkið í landinu hafi það bolmagn eða bara þann kjark sem þarf til að rísa upp og kollvarpa þessu stjórnkerfi sem er í gangi og fá nýja stjórnarskrá og fá nýtt fólk í stjórn landsins? Veistu, ég held ekki. Ég held það, ég trúi því. Þó þessi kannski ekki akkurat núna, ég trúi því. Þess vegna er ég að þessu. Ég myndi ekki nenna að vera að berjast og skrifa og vera í þessu ef ég hefði enga trú á því, ég myndi aldrei ganga neitt. Það myndi ég bara pakka saman og, og fá mér einhvers staðar bara búa einhvers staðar við fallegan sjó, einhvers staðar út á landi sko, vera með sjálfsþurftabúskap, skilur við. Ef ég hef ekki trú á því að við sem höfum áhuga á þessu og viljum gera eitthvað, ef það er ekki til einskis, akkur ættum við þá að vera að þessu? Við verðum að trúa því. Við getum spurt bara, Jack Daniels, nú skrifar þú mikið og ert rekur svolítið svona eiginlega þinn eigin fjölmiðil, ert þrælduglugur að taka þátt í umræðinni. Akkur er þetta að þessu að þú hefur ekki trú á því að þetta breytir neinu? Já, hvað gerðist núna eftir áramótin hjá mér? Vefirnir mínu dóu til þess að gera. Ég eiginlega gafst upp. Þú veist, ég bara fékk einhvern veginn nóg af, þú veist, að þurfa, ég einhvern veginn svona, mér leiði eins og Don Quixote og að berjast við sömu vindmyllurnar aftur og vera slegin niður af vindmylluspöðunum og ég svona, það bara einn daginn að þá stóð ég hérna upp frá tölvunni, labbaði mér út og hugsaði, ég nenni þess ekki. Þú veist, til hvers að vera að þessu því að það segja svo margir ætla að vera með. Það styðja allir við bakið á mér, allir tilbúnir að þú veist, við skulum vera með þér í þessu. Svo þegar hólminn er komið, þá skríður fólk í burtu. Þú veist, það bara hættir, það lætur sig hverfa og þetta er nákvæmlega eins og við erum búin að sjá
árum saman í öllum þessum mótmælum sem hefur verið boðað til. Dettur upp eitt og eitt svona akkurat á þeim punkti þar sem að kemur eitthvað mál upp sem að fólk verður öskureitt yfir. Jú, við sjáum á bilinu 1500 til 2500 manns mætanir á Austurvöll, seinnipartinn á Laugardegi, þetta hádegi á Laugardegi, hverjir þinghúsin á Laugardegi. Ekki nokkur lífandi kjaftur. Ég meina, hvað tilgangi þjónar svoleiðis? Segjast 5.000 til 7.000 manns ætla að mætir ekki helmingurinn. Ja, mér langar að spyrja, taka aðeins á orðinu hérna. Sko, til dæmis eins og við sáum það hérna á seinni part síðustu aldar, að þá smá saman byggði verkalýðshreyfingin í nafni sinna skjólstæðinga upp alls konar almannatryggingar, alls konar bæði það og húsnæðiskerfið og byggðu verkamannabústaði, voru með alls konar, stóðu fyrir ýmis konar. Gvendur Jaki var þarna með sína hörku sko og bara svaka lætin á Höfn og bara brjálað stuð sko og fólk að berjast fyrir betri. Af hverju þetta ekki hægt núna? Hvað að gerast núna sem að gera það verkum að þetta sé allt í einu búið og þetta sé ekki hægt og nú sé allt bara sofandi og enginn gerir neitt og enginn vilji gera neitt og kjósi alltaf Trump eða eitthvað svona sko. Hvað það núna öðruvísi? Það nefnilega það sem maður hefur furðað sig svo mikið á. Þú veist, hvað var það sem breyttist? Fór fólk að hafa það of gott? Eða það kannski líka að fólk komið á það stig að það vakna klukkan 6 á morgnana, koma sjálfu sér fólkinu sínu í vinnu og skóla og það fram eftir götunum, stressið og hraðinn svo mikið, það þarf að mæta svo miklum kröfum í nútímasamfélagi. Tölum svo náttúrulega, spáum svo líka aðeins í hvernig samfélagsmiðlarnir orðin, hvernig tæknin orðin. Sko, þú ert í áreiti í 18 tíma á sólarhring af öllum þessum miðlum sem í kringu þig. Þú getur ekki tekið inn allt efnið sem að dæltir í þig af fjölmiðlum, samfélagsmiðlum, umhverfinu og öllu því sem í gangi. Þú kemur heim örmagna og vaknar örmagna til að mæta í vinnu sem þú nennir ekki að sinna, eða langar ekki til að sinna. Þú veist, come on. Þú veist, þú spáir aðeins í þessu hvernig þetta ástand orðið. Þú veist, það búið að keyra fólk svo áfram, það búið að telja fólki trú síðustu 30 ár, að það þarf alltaf að auka framleiðnina, til þess að fyrirtækin gangi betur. Fólk þarf að standa sig betur, það senda námskeið og það fengnir ráðgjafar og það hitt og þetta. Þú veist, það ekki mörg ár síðan að ég var að vinna síðast, en þegar ég var að vinna hjá verktaka fyrir nokkuð mörgum árum, bara sem gröfumaður, að það var alltaf verið að tala að það þyrfti að kenna okkur gröfumönnunum ákveðna tækni til þess að framleiðnin yrði meiri og afköstin betri. Heyrðu. Má ég aðeins taka þig þarna? Sko, málið það að sko, þú ert að tala að fólk hafi það kannski aðeins betra. Þeir sem að hafa það aðeins betra eru kannski þá betri stakk búnir til að taka þátt í einhvers konar baráttu. Það hefur oft verið svoleiðis, en ég ætla samt að minna þig líka á að hérna áður fyrir voru menn svo fátækir, en þeir tóku samt þátt í baráttunum með fullt hús af börnum, áttu ekki onni sig að éta, fengu ekki launin sín, fengu ekki vinnu, stóðu kannski á mótnana, mætt á mótnana í vonum að fá eitthvað fyrir að vinnu þann daginn og svona, en samt braust þetta fólk fram og eins og bara í rússnesku byltingunni og allt þetta fátækt fólk sko, sem að gerði allt til að reyna að bæta kjörin. Men ég virði þína skoðun, auðvita, en ég alls ekki sammála þér. Nei, en það nefnilega, okkur vantar, það sem okkur vantar þessi eini maður sem keyrir alltaf, sem mætir á staðinn, stendur og segir, okkur í anskotanum gerið ekki eitthvað, okkur eru svona djúvilsi saumingir, okkur hangið ykkur heima hjá okkur. Drífið ykkur! Drullið ykkur út og komið og gerið eitthvað, förum að berjum þess að helvítis ræflanir í þinghúsinu, enduðum þess að þeir eiga heima, beint í næsta ruslagám. Þú veist, það vantar eitthvað svona. Já. Við erum þar, Jack. Herðu, þetta var mjög áhugaverð samtal því að auðvitað eigum við líka verið að ræða það hvernig við getum viðhaldið voninum, hvernig við getum breytt og auðvitað eigum við verið að ræða það hvaða
tilfinningarlega álag og álag að það er fyrir okkur að berjast fyrir réttlætinu og það á að vera líka í umræðinni. Mér langar að spyrja því að gott að hlusta á þau tvö ræði þetta Hjörtur með svona vindmyllunar og svona. Veltir þú því fyrir það stundum hvort að þú sett Don Quixote eða Sancho Panza? Ég kannast alveg við þetta svona persónulega maður náttúrulega allavega stendur en ég segi ef maður svona lítur yfir bara sögu síðustu aldar sko þá sér maður náttúrulega þessa rosalegu þetta grettistak sem alþýða manna lifti sko og að við getum sótt fyrirmynd inn í þann tíma. Já og sko samfélag hafa risið úr þvílíkum sko þvílíkri ösku bara á síðustu öld, bara miða síðustu öld sko og upp úr byrju síðustu öld. Þannig að við þurfum ekki að vera vondaug sko, alls ekki. En svona dagstælega og persónulega þá finnum maður náttúrulega stundum fyrir þess og finnst þetta vonlaust og maður náttúrulega ekki að vinna stórsigra á hverjum degi og stundum hefur maður verið að afskaplega fámennum mótmælafundum og svona. En ég hef þá trú að allt sem maður gerir, sama hvað það að það skiptir máli. Þó það sé lítið og þó að það virðist ekkert gera. Ef maður að gera það sem manni finnst rétt og telur vera rétt og ef það rétt svona í einhverjum skilningi þá bara skiptir það máli og við náttúrulega kynslóðir koma og kynslóðir fara en og það alltaf þó að menn hafi byggja sér samfélag og reisi svona fallega garða í kringu sig þá alltaf eitthvað dett úr hleðslunni að minnsta kosti og þá þarf að setja það á sinn stað og svo þarf náttúrulega að hlaða nýja garða sko eins og ég vil gera núna og annað skipulag sko. En ég skil alveg hvað Jack Daniel að segja sko, ég skil alveg þessa tilfinningu og hún kemur stundum með mig sko. Og við skiljum hann öll og við hvetjum bara hlustendur til þess að senda stuðning því að við erum fá. Ég ætla að fá að ljúka þessu núna því við erum búin að koma yfir tímann. Við gætum haldið áfram til miðnættis en varðandi Jack Daniels þá erum við svo fá Íslendingar að það skiptir máli að hvert okkar taki þátt og það munar svo mikið einn í fámennum hópi. Og varðandi það að vera alltaf að leggja einn stein í garðan þá það okkur það sem að Rauða borðið gerir við leggjum einn stein á hverju kvöldi og við erum að byggja upp eitthvað, hvort sem að götuvíi eða stóð undir eitthvað sem að mun gerast, þá höldum við því áfram. Þetta var tilraun í kvöld að halda opinn fund, eins konar þjóðarsál, við köllum þetta gjallarhornið, orðið laust og við setjumst núna yfir og klóra okkur í kollinum og metum það hvernig okkur við gengið og kannski höfum við þetta sem vikulegt, við sjáum til. Það má alltaf á samstöðinni, það verk í mótun. Þið megið líka hafa samband við okkur og koma með hugmyndur ykkar eigin þætti ef þið viljið. Það er nóg rými á öldum ljósvakans, hvet ykkur til þess að gera það. Þið getur líka stutt samstöðuna og uppbygginguna þar með því að ganga inn í Alþýðufélagið. Það gert inn á heimasíðu samstöðurinnar, samstöðun.is, gerist félagar, minni með heiti, eitthvað svoleiðis, ítið á það, leitið bræði og finnið það. Þá eru þið félagar og í haust þá munum við halda aðalfund Alþýðufélagsins og móta svona hvert við ætlum að fara því að við teljum að grundvallaratriði í því að geta háð baráttu gagnvart hinum ríku og voldu og öflugu að almenningur sameinist það að byggja sinn eigin umræðugrundvöll og Rauða borðið og samstöðun eru byrjunin á því trúi við. En ég þakka þið sem að komið á fundin og þið sem að fylgdust með alveg kærlega fyrir. Ég var kvíðinn í allan dag, held ég sæti einn og myndi enginn koma en það rættist aldeilis vel úr þessu og út úr þessu var hörku þáttur. Á morgun þá höldum við áfram að ræða stóru kerfin, heilbrigðiskerfið og menntakerfið og vald og valdaleysi fagstéttanna þar. Hvet ykkur til að stilla inn á það og svo höldum við bara áfram klukkan 8 alla virka daga. Takk fyrir í kvöld.